Sæl, við erum komin inn aftur. Við erum komin með tvo unga, fallega, mjög myndarlega herramenn sem eru tilnefndir bæði í myndband ársins og svo söngvari ársins. Og málið að Stína, við erum umvafin hér sko frægasta fólki Íslands. Þannig að við erum ekki á neinum leiðindar slóðum hér í græna herberginu. Nei, mér líður rosalega vel allavega. Að við erum að tala Magna hérna og Gunni Óla. Gunni Óla, myndband ársins, Skímó. Skímó, var það ekki komið í frí eða eitthvað? Jú, mér skilst það. Var þetta myndband ekki gert fyrir einhverjum 2 árum síðan eða eitthvað? Mér skilst það. Nei. Er það ekki? Er ekki tilnefndur fyrir farið? Nú, ok. Við erum með þetta alltaf að reynu, en Magni. Síðast ári, myndbandið hérna lagi hún. Það passar á síðast ári. Til hamingju með það? Já, takk fyrir. Áttu vona að vinna þetta? Já, ég meina, hann er sér flottur, svo sem er tilnefndur fyrir myndbandið, leikstjóri. Þannig að ég stiði hann. Ég kaust mig líka. Magni, hvað segir þú? Það er nú ýmislegt búið að ganga á og mikið er ég búin að lesa mikið þig í, já, ég var að segja slúðublöðum eða fjölmiðlum undanförnu. Þessar rollur voru allar sjálfviljugar og og þær voru bara, I was young and I needed the money. Magni, það eru krakkar að horfa. Þessi mynd átti ekki að leika út á netið, en þetta með rafskautin, bara tölum við það setna. Magni, nei, án gríns, steig frægðinni til höfuðs eða hvað? Já, sjálfsögðu. Ég meina líkt á Gunna, hann er, þú veist, steig honum. Það sem ekki vita, það er svona, hann er sýst að lesa ákveðið efni. Jú, auðvitað steig fræðin mig til höfuðs, ég meina, prófa þetta endilega og láta mig svo vita hvort þú kemst heil út úr þessu. Nei, nú er ég bara að spyrja góðu, en til hamingju með útnefninguna. Þetta er búið að vera afburðaríkt ár hjá þér líka, 2006. Hvernig svona, þegar þú lítið tilbaka, hvað er svona efst í huga? Efst í huga myndi vera svo staðreynd að sonur minn segir ekkert annað en pabbi þess að dana og það er að gera eyrunu brjála. Það er bara vaknaða móðnar babba og það er bara babba. En svona fyrir utan það þá ætti þessi sjónvarpsþáttur kannski að standa upp úr, en hann gerir það eiginlega ekki því að tónleikarnir í Laugardalshöllinni sem ég er með tilnefndur fyrir, þeir standa upp úr. Það var hrikalega gaman. Það var ekki þegar þú tókst lagið með mér hann daginn hérna. Jú, þegar við Gunni spiluðum hann saman í brúðkaupinu hjá Gassa. Já. Það var reyndar alveg geggjað. Það var ég í bakgröð hjá honum og ég stóð með bara alveg ágætlega. En segðu mér Magni, það búið að vera mikið að tala vegabréfsáritun, þú ættir að vera núna í Bandaríkjunum að túra. Er þetta komið í gegn? Viltu ekkert ég sé hérna? Nei, ég meina, segðu mér. Já, jú, þetta er komið í gegn, ég fer á morgun. Ég bara vildi ekki fara í dag því að við erum að fara ekki að detta í það, Gunni, eða það? Nei, ég veit það. En Þetta er vinna. Já, þetta er vinna. Gangi vel og góð ferð og rétt í lokin, Gunni, hvað er að gerast hjá Skímó? Þið eru bara komin í frí og hvað eru það að gera? Ekkert? Nei, bara tærnar upp í loft, bara ekki neitt. Nei, við erum allir að sinna einhverju öðru, vinna og fjölskyldur og bara taka lífinu með ró. Þannig að það er aldrei að vita maður sé að gera bara eitthvað sjálfur í músík. Ég veit alveg að þið komið tilbaka, þeir gera það allir þessi popparar, þangað til þeir eru ellidauðir. Þannig að við sjáumst á elliheimilinu eða eitthvað. Klárlega. Ef ekki að ljúka þessu einslæði með að fara í sleika? Jú, er það ekki? Komum svo. Þið getið þetta. Við skiptum yfir á strákana, þeir eru með eitthvað skemmtilegt í Þetta fyrir að vera pokaðunum. rautt merki.